Það sem ég ætla að tala með ykkur í dag að ganga inn til hvíldarans. Það ef við lítum til trúarbragða heimsins, þá eru hellingur á boðskap. Það allir með boðskap. Einhver undir einhverju tré einhvers staðar í Indlandi með boðskap. Hann var að segja eitthvað sem eitthvað annað heldur en gaurinn sem með næsta tré, undir einhverju tré með eitthvað annan boðskap. Hellingur á boðskapum, hindúisma, búddisma, í múslimatrú, allir með boðskap. Innan kirkju Jesú eru margir boðskapar og himninum bara einn boðskapur. Í himninum bara einn boðskapur og boðskapur hans son hans, Jesú Krist. Og þessi leið sem var opnuð fyrir okkur að ganga inn til hvíldar hans. Við höfum frið við Guð fyrir drottinn vorn Jesú Krist, segir ritningin. Staðfestingin á því að þér fyrirgefið friður hans. Guð ekki legari, hann ekki maður, hann getur logið, hann svíkur ekki, hann prettar ekki, hann blekkir ekki. Ef þú upplifir frið hans í dag, það að því að það allt í góðu. Friðurinn staðfesting á því að þú eigir frið við Guð. Þú frið, það þýðir að þú sért fyrirgefið. Að ganga inn til hvíldar hans, það tillaga eða regla úr ráðstöfun Guðs? Það tillaga? Svona ef þú langar til þess að hvíla þá kemur þú bara að labba inn til mín. Eða ganga inn til hvíldarans það eitthvað sem eitthvað meira. Við sjáum það að það eru til hreyfingar í heiminum í dag, fólk sem leggur gífurlega mikla áherslu á það að laugardögum þá hvíldadagur. Það hvíldadagurinn, laugardagurinn hvíldadagurinn, það alveg rétt hjá þeim að laugardagurinn hvíldadagurinn. En hann herra hvíldadagsins, Jesús herra hvíldadagsins og hann kom til að leiða okkur inn til hvíldar hans. Að við hvílumst frá verkum okkar. Það var einn sem sagði þetta hérna, þegar þú vinnur þá hvílist Guð. Þegar þú hvílist, þá vinnur Guð. Þetta eru þessi tveir þættir. Þegar við ætlum að reyna að framkoma og við reynum að byggja, þá hvílist Guð. Ef Guð byggir ekki húsi, þá við að smiðja til ónýtis. En hérna kemur þetta í Hebreabréfinu. Ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna í Hebreabréfinu 4. kafla. Ég ætla að byrja hérna. Fyrirheitið að ganga inn til hvíldar hans stendur enn. Vörumst því að nokkur yðar verði til þess að dragast aftur úr. Hvað að dragast aftur úr með hvað? Að gangi ekki inn til hvíldar hans. Fagnaðarerindi var oss boðað eigi síður en þeim. Það var okkur boðað ekki síður en þeim. Svolítið áhugavert að þetta sé orðað svona. Að það sé okkur boðað ekki síður en þeim. En orðið sem þeir heyrðu kom þeim ekki að haldi vegna þess að þeir tóku ekki við því í trú. Þú tekur við trúinu, þú samþykkir það, þú meðtekur það fyrir hvað það í núinu. En við sem trú höfum tekið göngum inn til hvíldarinnar eins og hann hefur sagt og ég sór í bræði minni eigi skuli þeir innganga til hvíldar minnar. Þó voru verk Guðs fullgjör frá grundvöllum heims. Því að einhvers staðar svo orðið kveðið hinn 7. dag og Guð hvíldist hinn 7. dag eftir öll verk sín. Og aftur á þessum stað eigi skuli þeir innganga til hvíldar minnar. En stendur því til boða að nokkrir gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem fagnaðarerindi var fyrirboðað gengu ekki inn sakir óhlýðni. Þetta tillaga? Þetta regla hans og ráðstöfun? Því ákveður Guð aftur annan dag hann segir, löngu segir það fyrir munn Davíðs. Í dag, eins og fyrr, hefur sagt verið, ef þér heyrir raust hans, þá forðið þið ekki hjörtuðar. Hefði Jósúa leitt á til hvíldar, hefði Guð ekki síðan meir talað annan dag. Það að tala eins og fyllingu fagnaðarerindisins fyrir Jesú Krist. En stendur þá til boða sabbatskvíld fyrir líð Guðs. Því að sá sem gengur inn til hvíldar hans fær hvíld frá verkum sínum að hófart. Þá hvílurustu frá verkuðinum. Þegar þú hvílist, þá vinnur Guð. Ef þú ætlar að redda því, þá bara að redda því. En eins og Guð hvíldist eftir sín verk. Kostum því kapsum að ganga inn til þessara hvíldar til þess að enginn óhlýðnist eins og þeir og falli. Síðan kemur vers sem svolítið margir hafa veitnað í. Því orguð sem lifandi og kröftugt, beittar að hverju tvíhyggju sverði, það smýgur inn í innstu fylsni sálar anda, liðamót og margir og það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Hvað dæmir orguðs? Það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Og hvað það þá að dæma?
þetta vers er í samhengi. Það dæmir þig í hvíldans, það dæmir þig saklausa, það dæmir þig sem einstakling sem búinn að taka á móti hjálpræðinu. Það dæmir þig ekki og þú veist, já ég veit ég er alveg umöluður. Já ég veit ég er bara búinn að gera alls konar vitlausur. Já ég veit ég er bara, já þetta er bara búið. Áhugavert. Engin skapaður hlutur er honum hulinn, allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra. Þetta verið svona rosalega strangt, já, með dæma hugsanir og hugrenningar. Ef ég er að hugsa eitthvað ljótt, þá kem ég hérna og hann bara sér allt þetta ljóta sem ég er að gera og það er öndvert augum hans og hann bara ræða við mig allt það og maður segja, hvað er þetta svona ógeðslega ljótt í hjartanu þínu og hvað er að þér? Og síðan bara, já, þegiðu svo. Þú veist, þeir hlustum á þetta lag með honum hérna, ég stundi gaman að ladda. Þannig að maður er ykkur fjalast, já og skammastu þín þá, hvað er að þið nú? Þið vantar alla trú, ertu eitthvað sár, það streyma niður tár. Þetta er ekki neitt, þú getur þetta spreytt. Æ og skammastu þín svo, þetta var mamman sem talaði af Eiríks Fjalar. Ég veit ekki, allavega mammans Eiríks Fjalar skildi ekki fagnaðarerindið. Þó að Eiríkur hafi verið KFUM-ari, hann sagði það. En það var svolítið óþægilegt fyrir hann að heyra svona mix fagnaðarerindi. En ég vil fara með ykkur í 1. Pétursbréf, 4. kafla og 17. til 19. vers. 1. Pétursbréf, 4. kafli, 17. til 19. vers. Því að nú er tíminn kominn að dómurinn byrji á húsi Guðs. Ef hann byrjar á oss, hver mun þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðnast fagnaðarerindi Guðs? Ef hinn réttlátir naumlega frelsast, hvar mun þá hinn óguðlegi og syndarinn lenda? Þess vegna skulu þeir sem líða eftir vilja Guðs, fela sálir sínar í hendur hinum trúarskapara og halda áfram að gjöra þið góða. Ok, hérna verðum við að sjá þetta hérna. Nú er tíminn kominn að dómurinn byrji á húsi Guðs. Og hérna er það svona sem að er eins og allt dettur úr sambandi. Við viljum bara fara undir sæng og eitthvað. Og ótti kemur inn. Af því við skiljum ekki fagnaðarerindi. Nú er dómurinn að byrja á húsi Guðs. Af hverju er dómurinn að byrja á húsi Guðs? Jesús sagði, ég sendi ekki heilagan anda þegar hann var að fara. Þá sagði hann, ég sendi ekki heilagan anda til heimsins. Af því að heimurinn getur ekki sér hann og þekkir hann ekki. Ég gef ykkur heilagan anda. Við erum að tala hann er samhengið hérna. Ég ætla að gefa ykkur heilagan anda. Þetta orð að dæma er það sama orð og að greina. Að við fáum raunveruleika hans. Við fáum hennar raunveruleika að uppskera Golgata. Guð breytist ekki inn í framtíðinni þegar kemur að því að komum fram fyrir dómsæti Jesú Krist. Hann er sami í gær og í dag og aldir alda. Hann er ekkert að fara að snúa sér við síðan þegar við komum inn í himininn. Þá segir hann, já herða, nú ætlum ég að gleyma þessum Golgata þarna dæmi, nú ætlum ég aðeins að lemja á okkur. Nú ætlum ég að hefna mín á okkur. Hann dó einu sinni. Hann er sami í gær og í dag og aldir alda. Hvernig verður hann í dómsætinu? Nákvæmlega eins og þekkir hann núna. Það er þannig að, ég ætla að lesa þetta einn aftur, því að nú er tíminn kominn að dómurinn byrji á húsi Guðs. Af hverju? Af því að hann getur gefið okkur heilagan anda. Hann getur gefið okkur heilagan anda núna. Ef hann ætlar að gefa einhverjum öðrum heilagan anda sem þekkir hann ekki, þá þurfa þau að kynnast Guði fyrir Jesú Krist. Játa hann. Þá getur dómurinn byrjað á þeim líka. Greiningin sem er svo yndislegt, hann ætlar að gefa okkur Krist. Hann hefur ekki tilreiknað okkur misgjörðir okkar. Síðan skulum við hérna aðeins halda áfram hérna og þá erum við að tala það eru svona ákveðnir hlutir í orði Guðs sem er að taka svona úr samhengi hjálpræðið. Við tökum reikningavers, þau eru tekin úr samhengi og síðan höldum við, já, þetta er samt svolítið svona, sko. Jesús sagði hérna 1, 2, 3, en síðan er þetta hérna sem tekur þetta allt saman í burtu sem hann sagði. Þá erum við ekki að skilja orð Guðs rétt. Við skulum fara í Markúsarguðspjall 10. kafla. Við erum að fara hérna bara svolítið hratt yfir. Markúsarguðspjall 10. kafli. Það er strax á eftir 9. kaflanum. Þannig að það er eitthvað að villast í þessu. 10. kaflinn og það er vers 17. Skulum byrja þar.
Þegar hann var að leggja af stað, kom maður hlaupandi og féll á kné fyrir honum og spurði hann, góði meistari, hvað á ég að gjöra til að öðlast eilíft líf? Og hann að tala, við erum aðtöða, þetta orðalega, góði meistari. Það voru það sem allir rabbíarnir voru kallaðir. Hann var einn af rabbíunum, þannig að hann var tekinn sem einn af rabbíunum. Kannski var hann búinn að gera þetta í gær við einhvern annan. Og einhver annar næsta dag. Allir að leita, allir að tala bara. Já, hvað segir þú? Hvaða opinberun hefur þú? Hvaða boðskap hefur þú til okkar? Ef það ekki hans boðskapur sem einn sem kemur frá himninum, sem lamb Guðs. Hvaða boðskapur það þá? Varstu þú sem að skipta trúarbragðið? Jesús sagði við hann, hví kallið mig góðan? Hví kallar þú mig góðan? Enginn góður nema Guð, einn. Þú kannt boðorðin. Þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, þú skalt ekki pretta, heiðra föður þinn og móður. Hann svarar manninum, hann kemur til hans og meðtekur hann sem undir lögmáli og hann svarar honum undir lögmáli. Sjáðu þetta? Hann svarar honum undir lögmáli. Hann svarar honum eins og Jesús fæddist undir lögmáli, við fæddust ekki undir lögmáli. Jesús fæddist undir lögmáli. Og hann uppfyllti réttlætiskröfu lögmáls. Hérna svarar hann undir lögmáli. Síðan fyrir hann að segja, hann svaraði honum, meistari, alls þess að hef ég gætt frá æsku, ég er bara alveg með þetta sko. Jesús horfði þá á hann með ástúð að því hann vildi gefa honum fagnaðarerindi, hann vildi gefa honum ríkið og sagði við hann, eins er þið vant, far þú og sel allt sem þú átt og gef fátækum því þú mátt eiga fjársjóð á himni. Kom síðan og fylg mér. En hann var dapur í bragði og við þessi orð og fór burt hryggur því hann átti miklar eignir. Sjáðu hérna þegar hann segir þetta hérna. Góði meistari, hvað á ég að gjöra til að öðlast eilíft líf? Jesús sagði, hví kallar hann mig góðan? Enginn góður nema Guð, einn. Enginn góður nema Guð, einn. Hvað erum við þá að tala um? Var Jesús vondur? Þú má sjá þetta í samhengi. Enginn góður nema Guð. Og fólk að segja þetta, enginn góður nema Guð. Það að vitna þetta, hann að tala undir lögman, enginn góður nema Guð. Við skulum fara og skoða hérna, við skulum lenda smá í vandræðum, við skulum fara hérna í Postulasöguna 11. kafla, 24. vers. 11. kafli, 24. vers. Og það verið að tala félaga Barnabas. Og hér segir, því hann var góður maður, fullur af heilugum anda og trú. Svo við vitnum í þetta. Því hann var góður maður, fullur af heilugum anda og trú. Þannig að faðirinn var góður, Jesús var það ekki, en Barnabas var góður. Gott að vita þetta. Hvað það sem gerir það að verkum að við erum það sem við kallum góð? Jesús sagði, en þér sem eru vondir, þið hafa samt vita á að gefa börnum ykkar, ekki ef að barnið ykkar biður brauð, þá gefur honum ekki stein, þá biður fisk, þá gefur ekki höggorm. Og þá erum við að tala um þetta nýja eðli. Þeir eru ekki búin að fá þetta nýja eðli. Við erum búin að fá nýtt eðli. Við erum búin að fá eðli Guðs. Hvernig getum við sagt, enginn góður nema Guð þetta? Þetta svo týnt. Annað Korinthubréf. Smá kennsla í dag. Annað Korinthubréf. Við höfum þetta eina lögmæta boðskap sem að kemur frá Guði. Og það fagnaðarerindi. Annað Korinthubréf, eða síðara Korinthubréf, 5. kafli. Allt er frá Guði sem sætti oss við sig fyrir Krist og gaf oss orð sáttagjörðarinnar. Því það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttagjörðarinnar. Ef við getum ekki samþykkt að hann tilreikna ekki heiminum og okkur afbrot okkar, hvað erum við þá að boða? Ekki fagnaðarerindi. Samhengið hérna. Því það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttagjörðarinnar. Og einnig, gríska orðið kai, og einnig að boða orð sáttagjörðarinnar. Á þeim grunni, ef það er ekki í lagi, að við erum hreinsuð við synd, að við erum hrein af synd, að við erum réttlæti Guðs í Kristi Jesú.
Þetta það sem heldur áfram. Ef við lesum 20. versið og 21. versið líka. Því að við erum því erindreka Krist, eins og það væri Guð sem ámyndi þér að vera ámunum eða uppörfum. Við biðjum í Krists stað, látið sættast við Guð. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Ef við samþykkjum þetta ekki, það sem við erum að segja, þó það sé eitthvað hrafl úr einhverjum reikningum, þá það ekki fagnaðarerindið. Þá það ekki fagnaðarerindið. Við erum réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Ég ekki syndari. Ég helgaður í Kristi Jesú. Ég hef ekki synd. Ég hef verið gerður hreinn. Í fyrsta Jóhannesbréfi, fyrsta kaflinn, þá er Jóhannes að tala og þetta oft verið að vitna í þessi vers. Við skulum fara þangað aðeins og ljúka þessu hérna í dag á þeim stað. Þannig að við séum ekki að nota vers til þess að sem eru tekin úr samhengi til þess að eyðileggja fagnaðarerindið. Hérna, þið getið lesið þetta sjálf, þið eigið vonandi Biblíu. Síðan í samhengi, en hérna tek ég þetta frá 8. versinu. Ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa og svo sannleikurinn ekki í oss. Jú, þá ekki hafa synd. Bara ná okkur í synd, eða vera með synd, eða hvað erum við að tala um? Ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa og svo sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vonar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Þá þetta svona, þessi tvö vers sem eru sett saman þarna, þá þetta svona endalaus hringekja. Þú gerir alveg ógeðslega mikið ógeðslega, þú alveg ljótur strákur eða ljót stelpa, síðan fyrirgefur Guður að þú ert ógeðslega sorry yfir þessu öllu saman og segir hann hvort ógeðslega sorry, síðan ferðu aftur í gegnum þetta og gerir aftur saman hlutin og þessi hringekja, mistaka og skammar og bara örvinglunar, þunglindis, vera alltaf lélegur, aldrei nógu góður eða nógu góð. En þetta ekki samhengið. Sagan segir okkur að það hérna í raun og veru og samhengi segir okkur. Það sá raunveruleikur sem að Jónas var að tala til, þá ákveðin hópur af fólki sem voru kallaði gnostar eða gnostosistar. Það var ákveðin hópur af fólki sem ætlaði að frelsast fyrir það að skilja. Það var verið þekkingu sem það ætlaði að frelsast. En sjáðu, ef við tökum bara samhengið, þá getum við fengið leiðrétting á þessu. Síðan segir við, en ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans ekki í oss. Ef við höfum aldrei syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans ekki í okkur. Sjáðu til, við nefnilega þurfum að játast Jesú Krist. Hann var freistað á allan háttinn án syndar. Við erum réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Við erum ekki án syndar því að við bara það ekki til synd, nei, það að því að við höfum játast hann, þá erum við réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Síðan sjáum við hérna þegar hann að tala, síðan breytist samhengi hérna og við erum að tala um, hann að tala til þeirra sem eru börnin hans í trú. Hann segir hérna, börnin mín, þetta skrifa ég til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá hefur árnaður mann hjá föðurnum, Jesú Kristinn réttláta. Hann friðþæging, hann numning, ef við getum sagt það svoleiðis. Hann það sem tekur burtu synd. Nærvera hans meðvitund það að synd hefur verið tekin burtu. Þessi meðvitund að við erum réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Hann friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þetta skrifa ég yfir að til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðan mann á himninum, Jesú Krist hinn réttláta, sem hann friðþæging. Núna hann friðþæging. Hann í himninum, hann hefur sinn prestdóm, hann minnist ekki syndar okkar. Við erum réttlæti Guðs í Kristi Jesú. Einu sinni vorum við myrkur, segir reikningin. En nú erum við ljós í honum, það byggist ekki á okkur. Ekki einu sinni vorum við myrkur, nú erum við ljós. Nei, einu sinni vorum við myrkur, nú erum við ljós í honum eða ljós í Drottni. Takk fyrir kærlega fyrir og njótið dagsins.